Velkomin í vefstofu grænni verkefni í Erasmus Plus og European Solidarity Corps. Hvað hægt að gera til að Erasmus Plus eða European Solidarity Corps verkefnið verði eins grænt og umhverfisvænt og mögulegt er? Við erum öll að byrja að feta okkur í átt að breyttu verklagi og þessi vefstofa hugsuð sem eins konar vitundavakning en ekki til að boða skipanir eða reglur. Við höfum safnað saman upplýsingum og ábendingum sem vonandi hægt að styðjast vel við. Við skulum byrja á að líta aðeins á málin á heimsvísu. Það kannski fyrst til að taka heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015. Sama ár var Parísarsamkomulagið samþykkt en markmið samkomulagsins að stöðva aukningu í útblæstri gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu og ná að halda hnattrænni hlýnun innan við 2 gráður. Það eru 7 ár liðin síðan þetta var og við megum engan tíma missa. Nú þegar orðnar miklar öfgar í veðurfari og það sannarlega ákall að allir bregðist við. Við ætlum aðeins að líta á hugtök sem við notum í umræðunni. Flest öll Evrópuverkefni með ensku sem vinnumál en það í öllu falli gott að hafa sameiginlegan skilning á hugtökum sem við erum að nota í vinnunni. Fyrst það hugtakið sjálfbærni. Það þegar áhersla lögð á að nýta það sem í boði án þess að það hafi skaðleg áhrif á jörðina og varðveita vonandi með því auðlindir jarðar fyrir komandi kynslóðir. Svo eru önnur hugtök sem að snúa að verkefnavinnu og kannski sérstaklega fundaformi. Það til dæmis þegar talað staðfundi eða staðnám. Það það sem sagt á ensku face to face eða real life. Það þegar við hittumst og erum saman. Staðfundir, staðnám, fjarfundir og fjarnám. Það það sem á enskunni þegar talað online eða virtual. Það ef það þá gegnum netið. Og svo gjarnan talað blandaða fundi eða þá blandað nám. Þar sem blandað viðburðum ýmist í staðfundi eða fjarfundi. Og þarna líka stundum notað enska orðið hybrid. Forgangsatriði Erasmus Plus og European Solidarity Corps áætlananna 2021 til 2027 fela það í sér að verkefni sem á einhvern hátt vinna með þessi mikilvægu viðfangsefni eiga meiri möguleika á stuðningi. Og forgangsatriði fyrir öll Erasmus og European Solidarity Corps verkefni 4. Fyrst að telja sjálfbærni. Samanber skilgreininguna hér áðan og varðandi Erasmus Plus og European Solidarity Corps verkefni þá ræðum við einmitt í dag hér í þessari vefstofu leiðir til að gera verkefni sjálfbærari, jafnvel þó að þau snúa að öðrum viðfangsefnum en beinlínis umhverfisvernd, þó dæmi sé tekið. Fyrir tímabilið 2021 til 2027 skýrt kveðið á það að öll verkefni í Erasmus Plus og European Solidarity Corps skuli vera sjálfbær. Og það þýðir að allir sem koma að framkvæmd verkefna þurfa að hafa sjálfbærni í huga við framkvæmd þeirra. Næsta forgangsatriði inngilding. Þetta nýtt orð sem felur í sér að tryggja jafnt aðgengi allra að áætluninni og sérstaklega aðgengi þeirra sem hafa almennt færri tækifæri af ýmsum ástæðum. Það getur verið vegna félagslegra aðstæðna, efnahagslegra, heilsufars og fleira. Stafræn þróun felur í sér stefnu að allir geti nýtt sér stafræna tækni og að efla beri tölvulæsi og aðgengi allra. Þannig að stafræn þáttaka þeirra sé tryggð. Og síðast en ekki síst, lýðræðisleg þáttaka eða virkni í lýðræðissamfélagi
og það í því felst að leita allra leiða til að einstaklingar geti verið virkir við mótun samfélagsins. Þessi 4 forgangsatriði skarast oft og það er mjög æskilegt að til dæmis stafræn þróun leiði til sjálfbærni, kannski af því að fjarfundir eru algengari og þeir eru vistvænni, að virkni í lýðræðissamfélagi feli í sér inngildingu með því að allir hópar taki þátt í mótun samfélagsins og svo framvegis. Þá komum við aðeins að skipulagi og framkvæmd verkefna með sjálfbærni að leiðarljósi og það kristallast í spurningunni hvernig getum við gert verkefnin okkar grænni. En við hugum fyrst að staðsetningu og samgöngum, þá veltum við fyrir okkur, er hægt að halda fjarfund, því að fjarfundur er umhverfisvænn kostur? Er mögulegt að nota blandaðan ferðamáta í utanlandsferðum, til dæmis flug og lest? Vissulega eru engar lestir á Íslandi en við getum líka velt í fyrir okkur hvort að megi þá deila bíl innanlands í stað þess að taka innanlandsflug en erlendis kannski að hafa flug og lest. Er hægt að kolefnisjafna ferðir og eða viðburði og þá getum við bent á það til dæmis varðandi kolefnisjöfnun að Kolviður er verkefni á vegum Landsverndar og Skógræktarfélags Íslands og þar er hægt að sjá lista yfir fyrirtæki sem binda kolefni í samstarfi við Kolvið og sjá fjölda trjáa sem hafa verið gróðursett. Og einnig á heimasíðu Erasmus+, þar vísum við á ýmsa gagnlega hlekki sem að snúa að þessu, kolefnisjöfnun. En við minnum líka á það að þó að við gróðursetjum tré eða styðjum á einhvern hátt við kolefnisjöfnun, þá er kannski ennþá mikilvægara að minnka neyslu og útblástur heldur en að kaupa einhvers konar syndaaflausn eftir á, ef svo má segja. Er hægt að velja umhverfisvottaða aðstöðu sem fundastað og eða gististað, allavega að hafa það ávallt í huga að velja það frekar en aðra staði sem eru ekki umhverfisvottaðir? Er hægt að velja staðsetningu funda, náms eða kynnisferða með hliðsjón af almenningssamgöngum eða vistvænum ferðamáta, þannig að það sé hægt að fara fótgangandi eða hjólandi á fundastað? Nú varðandi vörur og veitingar, að þá má spyrja, er hægt að nota stafrænt efni eingöngu og forðast að prenta á pappír og jafnvel reyna að komast alfarið hjá því? Það er náttúrulega mjög oft sem að verið er að prenta á dagskrár fyrir fundi sem að mætti alveg eins bara varpa á skjá og hafa uppi allan tíman. Glærur eru gjarnan prentaðar út, að reyna að forðast það allavega. Er hægt að bjóða grænmetisfæði eða vegan frekar en kjötmáltíðir? Við skulum huga að vistspori matvæla þegar við erum að hugsa fyrir veitingum. Og er hægt að draga úr matarsóun við máltíðir? Það skiptir máli að minnka skammta eða sé ekki ofurstórir og jafnvel hafa færri rétti, færri matmálstíma og svo framvegis. Forðast einnota hluti eins og hnífapör og glös. Það er nú orðið mjög viðtekin venja. Það er mjög algengt að fólk reyni að forðast þá alfarið. Og svo að forðast óþarfa kynningavörur. Verkefni útbúa mjög oft eitthvað smádót sem jafnvel er sérmerkt til að kynna verkefni sín og allavega reyna að forðast slíkar vörur og huga því hvort að þær geti verið umhverfisvænar eða grænar. Og að velja vistvæna birgja. Síðan er sjálfsagt að velja veitingastaði sem flokka sorp eða greina frá uppruna matvæla, hafa það í huga við val á veitingastöðum. Og síðan að endurvinna eða að minnsta kosti endurnýta eins og mögulegt er. Og það má líka minna á það að aðgerðir einstaklinga vega þungt. Og hér á eftir eru ábendingar það sem við þurfum öll að huga að, bara hvert og eitt okkar.
og ferðast með margnota krús og vatnsflösku, nota fjölnota hnífapör og vaxpappír, hafa eigið snarl eða nesti ef að það á við, nota eigin snyrtivörur og forðast að nota einnota hluti eða forðast einnota hluti á hótelum, hafa meðferðis fjölnota poka ef á að fara að versla, vera með eigin heyrnartól og bækur á rafrænu formi, það er hægt að vera með heilt bókasafn inn á rafrænum lesbretti og taka upp góða græna siði heimamanna og deila eigin grænni reynslu og þekkingu með öðrum í þessum alþjóðlegu verkefnum. Það er líka mjög æskilegt að svona samhæfa aðeins með samstarfsaðilum hvernig á að gera hlutin og ræða við samstarfsaðila hvernig mögulegt er að gera verkefni grænna eða umhverfisvænna. Það má nota grænna verklag eða velja grænt þema fyrir verkefnið. Það gæti til dæmis snúist sjálfbærni, loftslag, vatn, stafrænar lausnir og fleira. Og það er æskilegt að skrá stefnu verkefnisins grænt verklag. Það er til dæmis jákvætt að setja það fram í skýrslum framgang verkefnisins og vera alltaf með metnað fyrir því að feta sig áfram með grænar lausnir og segja frá því. Nú fá innblástur frá eða nota umhverfisvottan jafnvel ef að það á við. Skólar eiga til að mynda möguleika á að verða grænfánaskólar og kannski eru einhverjir skólar með slíka vottun og þá er hægt að vinna í anda hennar. Margt smátt gerir eitt stórt og ykkar verkefni ásamt öllum hinum getur haft mikil áhrif. Og við hvetjum ykkur til að láta landsskrifstofu vita ef þið finnið leiðir sem gagnast öðrum verkefnum vel. Þið getið sent ábendingar í tölvupósti í gegnum heimasíðu Erasmus+, sjá það hérna hægra megin á myndinni, grænar tillögur, hérna er hlekkurinn á það og það er bara mjög vel þegið að þið sendu okkur hugmyndir þar. Og þarna sjáið þið þessa heimasíðu sem við höfum aðeins vitnað til, þetta er undirsíða á Erasmus+, grænar áherslur og þar er einmitt þessir kaflar eins og hvað getur þátttakandi í Erasmus gert, hvað getur Erasmus verkefni gert, hvað getur Erasmus áætlunin gert og annað áhugavert efni. Og landsskrifstofan hefur huga á að veita verkefnum viðurkenningu fyrir græna framkvæmd. Við ætlum að útfæra þetta nánar en það gæti vel orðið til að mynda eftir það bil 2 ár þegar að svona fyrstu verkefnum í nýrri áætlun að ljúka, að þá yrði horft sérstaklega til þess hvort að einhver verkefni hafi náð athyglisverðum árangri með að verða grænni. Og varðandi þetta þá er líka umhugsunarvert hvort að stofnunin ykkar eða skóli, samtök er með umhverfisstefnu sem verkefni gæti sótt hugmyndir til. Það er algengara að skólar og stofnanir setji sér umhverfisstefnu og þangað er auðvitað. Það er mjög æskilegt að reyna að vinna í takti við þá stefnu. Og svo má spyrja sig hvort það sé hægt að gefa umhverfisvænar smágjafir sem að gleðja þáttakendur á fundum og viðburðum því þetta er nú hefð að vilja gleðja gesti eða þá sem jafnvel eru komnir langan veg og það væri gaman að fá tillögur frá ykkur einhverja smágjafir sem að geta nýst vel og eru grænar. Og nú skulum við sjá brot úr myndbandi frá grænu verkefni. Sitt sjálfboðaliða samtök á Íslandi
og við erum að vinna í umhverfis- og menningartengt verkefni allt Ísland og við erum að fá stuðning og styrkir frá RANIS og European Solidarity Corps og það mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir sjálfboðaliðar og fyrir Ísland líka að fá þessi fjármögnun og styrkir til að bjóða sjálfboðaliða eða ungmenni frá Evrópu að koma hingað til landsins 40-45 ungmenni frá Evrópu árlega á milli 5 og 12 mánaða dvöl á Íslandi. Við erum að hreinsa ströndum, gróðursetja, byggja göngustíg og nýjasta umhverfisverkefni okkar sem var að tína rusl í Geldingadal gossvæðið fyrir nokkrum dögum og við erum nákvæmlega núna að skipuleggja fleiri ferðir til að koma með sjálfboðaliðar og tína rusl, hreinsa svæðið. Við erum mjög þakklát fyrir stuðning frá starfsfólki í landsskrifstofuna okkar eða RANIS, landsskrifstofa Erasmus Plus og European Solidarity Corps. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið og vonandi sjáum við fleiri græn verkefni blómstra og fáum betri tíð með blóm í haga. Gangi ykkur vel.